Nú var ekki alltaf samstaða innan ráðsins. Hvernig fóruð þið að því að ná þessari niðurstöðu? Við náttúrulega lögðum upp með það raunverulega alveg frá upphafi að reyna að ná samstöðu og það hefur náttúrulega þýtt alls konar samningaviðræður í gegnum allt ferlið en við löndum þessu svona, ég veit ekki alveg hvernig við fórum að þessu en við bara gerðum okkar besta og komumst að þessari niðurstöðu. Hver voru helstu mál sem var samstaða og hvar voru helstu ágreiningsefnin? Það voru náttúrulega svona nokkur stór ágreiningsefni eins og til dæmis stöðu forseta Íslands á ákveðnu tímabili, kosningakerfið, beint lýðræði, þjóðkirkjuna og raunverulega eru náttúrulega öll álitaefnin sem vorum að glíma við eru þess eðlis að það náttúrulega ágreiningur þau. Það var bara mismikill kannski og vegna þess að við vorum líka að fara í svo stórt verkefni en þetta það nokkur svona stór ágreiningsefni sem voru og önnur kannski svona minni. En var eitthvað sérstakt sem þið náðu samstöðum, það sem var einhugur? Já, það er góð spurning. Einhugur? Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessari spurningu. Hvar var einhugur? Ég hef verið spurt svo mikið ágreininga, ég múið gleyma hvað var einhugurum. En eitt af því sem það er svona málin voru kannski þess eðlis að þau fengu minni umræðu og voru kannski minni ágreiningur eins og til dæmis í sambandi við dómsmálakaflann og það var ekki mikill ágreiningur utanríkismálin, hvernig við högum því. Það var líka mjög breið sátt og ég er mjög ánægð og stolt raunverulega að greinunum sem veru með náttúru og auðlindir. Og það var breið sátt, auðvitað svona skipta skoðanir kannski ákveðu orðalag og ákveðna hluti en svona í heildina mjög breið sátt það og það held ég að skipti rosalega miklu máli fyrir okkur vegna þess að þetta er efnis eða álitaefni sem hefur verið mikið deiluefni á undanförnum árum hér heima og í þessu landi þannig að það er mjög mikilvægt að við náðum breiðri sátt það. En nú eruð þið búin að leggja þetta í hendur Alþingis, hver eru næstu skref? Hvað vilt þú sjá gerast? Ég vil fyrst og fremst sjá bara mjög mikla umræðu þetta skjal og þetta frumvarp og það sem ef við náum svona breiðri umræðu þá væri það óskastaða. Það sem fólk tekur þátt bæði almenningur og sérfræðingar og hagsmunaaðilar. Og vonandi, og ég er alveg sannfærð það að sumar hugmyndirnar þarna eru það góðar að þær muni alveg lifa ágætlega af þannig að ég hef engar áhyggjur af þessu skjali. Nú fer það bara í þetta til fólksins og til þingsins og fer í umræðu sem það þarf á að halda. En hver verður þín staða núna í framhaldinu? Kemurðu til með að koma eitthvað eða verður eitthvað gagnrýni eða eitthvað slíkt? Kemur þú til með að koma eitthvað að svara henni? Ábyggilega kem ég að því. Þetta er náttúrulega svona efni sem maður er búin að vera að sökkva sér í núna í nokkra mánuði og það er raunverulega síðastliðið ár og þetta er náttúrulega stjórnarskráin er orðið svona efni sem mér er mjög hugleikið og mun hugsa og tala á næstu mánuðum og væntanlega árum. Ég fer náttúrulega bara núna til mína gömlu eða fyrri starfa, ég fer upp í háskóla og í mín fræðistörf og ég er alveg sannfærð það líka bara í mínum fræðistörfum og þá mun ég fara að sinna miklu meira stjórnarskrá málefnum. En vonandi líka tek þátt í svona almennri umræðu þetta frumvarp sérstaklega. Hvað myndirðu vilja segja við almenning? Frumvarpið? Ég myndi bara vilja segja að fólk eigi að lesa það og kynna sér efnið þess og taka þátt í umræðuna.